Ég ætla að fara yfir með ykkur svona aðdraganda og tilurð reglugerðar sem að samþykkt var á stjórnarfundi GSÍ núna á mánudaginn var og verður birt og sett í framkvæmd fyrir mánaðamót. Ég ætla að biðja ykkur svona praktíska hluti að hafa hljóðnumanna óvirka meðan við erum að fara yfir þetta og opnum þá bara eftir þegar kynningunni lokið. Fundurinn verður væntanlega tekinn upp, ekki rétt Arnar? Þannig að menn viti af því. Jú, ég er búinn að setja á rek. Þannig að menn viti af því að þeir komið fyrirspurnir að það tekið upp. Nú, dagskráin er þessi, hún er ansi hnitmiðuð vona ég, en þetta er sem sagt tilgangur þess að fundur að kynna nýja reglugerð. En áður við förum í reglugerðina sjálfa, þá langar okkur að fara aðeins í svona söguna hvernig hún er til komin og hver þörfin fyrir þessa reglugerð raunverulega er. Nú, GSÍ er hluti af Evrópugolfsambandinu og hefur þar með tekið að sér að fylgja eftir og tryggja golfreglurnar séu í heiðri hafðar, staðarreglur séu settar eins og heimilt er og forgjafir séu skráðar samkvæmt þeim reglum sem að forgjafanefndin gefur út. Nú, eins og fundarboðið sagði að þá hefur snýst þetta hreyfingarlaust golf. Þá er ekki að tala alveg hreyfingarlaust golf, en ég held að allir viti hvað átti við. Þetta hefur verið svolítið sér íslenskt fyrirbrigði, þessar færslur á brautum sem að mennum aðalega fjallum hér. Hvernig það er tilkomið veit ég kannski ekki alveg, en það við höfum verið að reyna að draga úr þessu með svona ýmsum ábendingum. Fyrir réttum ári síðan, í maí í fyrra, þá sendi forgjafar vallarnefnd erindi á alla golfklúbba, þar sem voru beðnir að draga úr þessum færslum á brautum. Það má eiginlega segja að viðbrögðin því hafi verið mjög lítil. Nú, í vetur svar ég að sá sem átti stóð fyrir því aðalega Gunnar Gylfason í Keili, að þá sendu allir alþjóðadómarar GSÍ bréf á stjórn þar sem að fara þessu leið að GSÍ aðstoði okkur við að snúa þessari þróun við. Og þetta er eiginlega, ég ætla að fara þess yfir innihald þess erindis. Ég ætla að fara síðan yfir hvernig staðarreglur megi setja og hvernig það hafa áhrif á forgjafamál og hvers vegna forgjafar og vallarmannsnefnd er að setja þessa reglugerð. Og svo í lokin fara yfir reglugerðina sjálfa. Í lokin verðum við spurt og svarað, en við reynum að klára þetta innan 30 mínútna. Þannig að ef að eftir fundinu er mikið af spurningum, að þá erum við í dómaranefnd og forgjafar vallarmannsnefnd alltaf tilbúin að svara viðbótarspurningum. En grunnregla golfsins, og ég ætla ekki að treyta ykkur mikið í að fara yfir golfreglunar, en ég ætla samt að fara yfir tvær reglur. Þetta er náttúrulega grundvallarregla í golfinu, að leika völlin eins og koma á honum og boltanum eins og að liggur. Þetta er reglu 1 golfleikinn. Golfið er leikið í umferðum sem er 18 hólur færri. Leikur hefst með högga teig og lýkur að boltinn komi í hólu. Þetta er bara reglan. Og síðan segir í hverju höggi leikur leikmaðurinn, leikur völlin eins og hann kemur á honum og boltanum eins og hann liggur. Þetta þekkjum allir, og er grundvallarregla golfsins. En þar segir þó að þó eru undantekningar þar sem golfreglurnar heimila leikmannum að breyta aðstæðum á vellinum og leyfa að ætlast til að leikmann leiki boltann með öðrum stað en þar sem hann liggur. Og þarna eru reglurnar að reyna að taka á öllum helstu atriðum sem ekki er ætlast til að kylfingurinn þurfi að glíma við. Það eru skilgreind vítasvæði þar sem eru tjarnir og annað slíkt, þau eru lausnir þar. Það getur óeðlilegt ástand vallar, þar sem við fáum fríar lausnir, samkvæmt reglu 16.
Tímabundið vatn á almennasvæðinu sem ekki á að vera, stígar, bekki, mannvirkir og fleira, óhreinlegar hindranir. Við getum verið með grund í aðgerð, ef boltinn sekkur í einn far á almennasvæðinu, fáum við lausnir. Síðan erum við með alls konar lausnir frá hreyfanlegum og lausungum, hreyfanlegum hindrunum og lausungum. Það sem megum fjarlæga nánast allt sem truflar okkur, núna líka í vítasvæði og glompum. Þannig að það er verið að gera ýmislegt til þess að aðstoða okkur við að komast hjá því að slást við hluti sem við eigum ekki að slást við. Völlurinn leikinn eins og kom að honum að í 8. reglu segir okkur nánar hvað við eigum að gera og þar er raunin setningin þessi feitletra þegar bolti leikmann stöðvast verður leikmann á öllu jöfnu að sætta sig við þær aðstæður sem hafa áhrif á höggið og má ekki bæta þær áður en boltanum er leikið. Þetta er ein af grundvallarreglunum líka og þegar það er talað um aðstæðurnar þá er verið að tala um legu boltans, svæði fyrirhugaðrar stöðu og fyrirhugaðs sveiflusviðs, leiklínu leikmannsins eða lausnarsvæði þar sem við ætlum að taka lausn. Síðan eru ýmis atriði í viðbót þar sem við setjum í staðarreglur. Að flesti golfvöllur í Íslandi eru með sérstakar staðarreglur, þar sem við skilgreinum vallamörk, skilgreinum hindranir, hreyfanlegar og óhreyfanlegar, fallstreyti til að einfalda lausnir og svo önnur atriði til að tryggja réttar og réttmæta lausnir frá hlutum sem kylfingar ættu ekki eiga við í golfleik. Þetta þekkjum við öll. Síðan geta komið upp sértækar og óvenjulegar aðstæður. Hvað ef völlurinn allur rennandi blautur eftir miklar rigningar? Hvað ef viðgerð hefur farið fram á einhverju braut, til dæmis grjóthreinsun og brautin er mjög illa farin eftir aðgerð og svæðið sem slíkt er ekki mennt sem grund í aðgerð? Og hvað gerum við þá? Golfreglurnar heimila okkur að setja sérstakar staðarreglur, meðal annars til að meðhöndla slíkar aðstæður. Og það er rauninni það sem við erum að fara að fjalla um. Að þetta er fyrirmynd staðarreglu E3 í bætta legu og ég vil benda ykkur á að þetta er í verklagi nefnda. Staðarreglur E3 í kafla 8, þar sem þið getur flett upp og lesið þessar fyrirmyndar af staðarreglum á íslensku, bæði á vefnum og í appinu. En staðarreglan, fyrirmyndin, hún segir að tilgangur hennar er þessi, þegar tímabundnar sækja eftir tímabundnar, óeðlilegar aðstæður gætu trufla sanngjarnarleik, má skilgreina umreitan hluta vallarins sem grund í aðgerð. Óhagstæðar aðstæður svo sem mikil snjór, tíða að vori, langvarandi rigningar eða mikil hiti geta stundum skemmt völlinn eða valdið því ekki sért að nota þung sláttutæki. Þegar slíkar aðstæður eru á vellinum, getur nefndin valið að setja staðarreglu bætta legu. Til að tryggja sanngjarnarleik eða til að hlífa sumum með öllum brautum. Svo segir í fyrirmyndinni og í reglunum, slíkar staðarreglur ætti að taka úr notkun eins fljótt og aðstæður leyfa. Og bara ítreka að bætt lega á flöt er ekki heimil samkvæmt fyrirmyndinni. Fyrirmyndin af staðarreglu segir, þegar einhver hluti boltar leikmenn settir almenna svæðið, sem slegir í brautarheiðar neðar, eða tilkynna sérstaka braut, þá megum við setja bætta legu og gefa frían lausn á almenna svæðinu eingöngu. Þegar aðstæður eins og blaut jörð vínavöllin gæti orsakað að moldloði boltann, þá í stað þess að nota staðarreglum bætta legu, mætti nefndin velja leikmönnum að merkja lyft og hreinsa og leggja bolta aftur á almenna svæðinu. Og það er fyrirmynd staðarreglu E2. Og þetta er rauninni í inngangi af staðarreglu E3 að mælast til þess að maður noti fyrst E2 áður en maður grípa til E3. Varðandi leiðbeiningar og hvenær og hvernig þessi staðarregla gæti verið í lagi gagnvart skilum og skorkorti, og þar komum við inn í forgjafar og vallamannsnefndar hlutan, þar með stæðir lausnarsvæðis, vísast til reglna og ráðleggingar sem finna má í útgáfum World Handicap System eða öðrum leiðbeiningum sem forgjafarnefndir á staðnum gefa út. Og það er reglugerðin sem við ætlum að fara yfir. Þannig að við verðum, ef við setjum staðarreglur og ætlum að vera með bætta legu, þá verðum við að fylgja
tilmælum forngjafanefndar. Staðarreglum í Íslandi hafa verið þannig að flestir klúbbar eru með bættalegu staðarreglum sína golfvilla einhvern hluta ársins. Mjög margir klúbbar, jafnvel flestir, eru með þessar staðarreglu í gangi allt árið, óháð aðstæðum. Það sé með fæslunum kílórengt á brautum og púttisaus á flötum. Ég ætla að ítreka bara núna, svo sé ekki misskilningur, við erum ekki að koma með einhver ný boð eða bönn, við erum bara að fara óska eftir að menn fari að golfreglunum og forngjafareglunum og að sjálfsögðu mega menn nota bættalegu þegar aðstæður krefjast þess. Við erum ekki að reyna að banna þessa bættalegu, bara nota það rétt. Spurningin okkar er þetta í lagi að við séum með þetta í gangi allt árið? Að við teljum svo ekki vera og eftir lauslega könnun hjá erlendu klúbbum þá bættlega almennt ekki í notkun. Undantekning eru svona túristavellir eða sérstakar reglur settar á hópum sem spila vellina. Dæmi bara Íslandía, það engar formlega staðreglur gefnar út. En þegar við spilum þar þá má færa kílórengt, alltaf. Og ég var þarna í vor og þá má benda það að þarna notuðu menn þessa reglu bættalegu til að taka tré úr leik, reynsa hreinan bolta, stilla upp boltanum, losnaði kílófur. Það ekki tilgangurinn með þessari staðarreglu. Nú aðrir eins og R&A, þeir sendu fréttabréf í vetur. Það spurt og svarað. Hvenær eiga bættlega að hefjast og enda. Og ég feilletraði 3 línur að segir nefndi má setja reglur bættalegu og segir svo such a local rule should end as soon as conditions improve. Þannig að alveg skýrt frá þeim, þetta tímabundin staðarregla. Síðan bætaði við að ef þú notaði 3 þá verður að vera í sambandi við forngjafanefndina áður en þú ferð að skoða leiðbeiningar á þeim áður en þú setur regluna. Þetta bara R&A og regluna sem okkur ber að fara eftir. PGA, þeir eru að breyta staðarreglum sína núna með bættalegu og þeir eru núna að stytta það up to scorecourse length instead of club length. Þeir eru að minnka þetta og svo segja preferred lie permits player to lift, clean and place the ball on the fairway. Svo segja when the surface is muddy or wet. Svo segja í PGA-túrnum the ruling is generally in operation following heavy rainfall during tournaments. Annars heimælir þetta ekki. Þeir eru að breyta þessu núna. Þeir eru ekki að breyta þessu þannig að hugmyndafræðin í kringum hvernig má nota þetta breytist. Það bara í extreme tilfellum. Eins og segir það sem að ef mann ætla að taka lausn meðal annars frá tímabundnu vatni, að þá geti fyrsta lausn verið fyrir utan braut, að þá setja þær eins og reglu þannig að mann geti stilt innan brautarinnar á þess að taka fulla lausn. Og síðan benti hann Mikael Kim líka á það að ef menn með kílólengt í stað fyrir svona bara skorkort, að þá erum við að gefa kílóvikunum möguleika að breyta að komu hopni að flötum og öðru slíku í vippum og chipum og að reyna að breyta í hvernig menn spila völlin, sem ekki tilgangur reglunar. Nú hvernig tengist þetta síðan inn í forngjafarmálin sem að reglugerðin fjallar að þegar völlur metnir til forngjafar að þá erfiðleikastig vallaðist metið og við tók nú ekki að fara í gegnum vallamatið í heild en þarna eru nokkur atriði sem tekin inn. Vallamörk, hversu nálægt brautum eru, brekkur, lengdir brauta. Það eru brekkur oft teknar inn í útreikningin. Kargi, torfærur, breidd brauta, stærri flata, hraði flata og svo eitthvað sem heitir topografí. Og það feilletraði því að það er það sem að skiptir máli þessu. Og topografí oft notað yfir þegar menn að gera hæðalínu í landakort. Það svona algenga notkun á þessu.
Inn í forgjafakerfinu þá þetta meira afmarkað. Það þarf meta með hverju hólu. Ég veit nú ekki alveg hvernig það gert hérna, en oft þetta kvarðan 0 til 10. Það sem meta hversu mikið upp eða niður menn að slá, hliðarhalla, hallan til legu, og staðan sé óstöðu, þessi alltaf jafnvægi þegar menn að slá, áhrif landslags og höggvalið, og síðan þetta metið bæði fyrir skrats og bóki kylfing. En þetta sem sagt, einn af stóru hlutunum til að vera meta vellina. Og þetta raunni ástæðan sem að menn eru oft að setja fyrir bættalegu, að lifa hreyfa, að því það er ósanngjarnt að ég þurfa að standa upp á bungu og boltinn ofan í einhverju lægð að þeir eru á braut. En þetta tekið inn í vallamatið og skiptir miklu máli. Ef við sjáum hérna, þetta Leirdalsvöllurinn, tók bara að kanni að þið sjáið þarna gullituðu línurnar, topografi og síðan recovery og rough, að þessi tveir þættir eru ekkert ósvipar í vægi inn í forgjafamatið. Það hefðum megum alltaf færa þegar við erum í slæmri legu og braut, okkur megum þá ekki fara þá bara út úr röffinu líka, ef við lendum í því. Þetta hefur allt áhrif á hvernig við spilum völlin og hvernig hann metin til forgjafar. Nú okkar menn í GKG, ég tek á sem dæmi að það talað brautir sem eru svona slæmar, og við kíkjum bara hérna á 18. að það topografi mjög hátt, en það hún aðeins hæðótt þarna í brekku og menn vilja lifa fæslur út af því, en það greinilega tekið mjög sterkt inn í vallamatið á þeirri braut að hún sé svolítið ójöfn. Þið sjáu hérna topografi, hægletað hvað þetta stór tala, hún ekkert ósvipur og röffir hérna á Leirdalsvellinum. Jafnvel bönkararnir eru á svipuðu mati. Þannig að við ættum ekki að taka þetta út úr erfiðleikastigi vallarins. Nú áhrif staðreglunar eða 3 á golfleikjum þegar reglan notuð án þess að réttmætur ástæðu sé fyrir notkunnar, þá fer hún í fyrsta lagi á skjön við golfreglunar. Okkur ber að framfylgja golfreglunum eins og RRD setur þær. Við getum alveg tekið umræðina hvort það séu réttar að ranga reglunar, en þær eru settar af RRD og það skýrt ekki fram að við eigum að leggja boltanum eins og hann liggur, og staðregluna megi bara setja við sérstök skilyrði. Síðan breytum líka verulegum ástæðan frá mati því sem forgjum miðast við. Hún eyðir nánast alveg þeim erfiðleikum sem topografi hlutin metur í forgjafakerfinu. Það viljum við ekki gera. Að þessu sögðu inngang, að þá ætla ég að fara núna yfir reglugerðina og ég ætla bara að sýna hana alla hérna, og eins og ég sagði áðan, hún heitir reglugerð forgjafatímabil í Íslandi og hún fjalli fleiri þætti. Og hún verður gefin út, ítrekka það, hún ekki komin á vefinn, og það ekki að ég var að halda henni leyndri eða eitthvað slíkt. Við viljum bara kynna hana fyrst til ykkar sem eru að stýra klúbbum og eru dómarar sem eru á fundinum líka. Fylgja henni stíðum og hlaði með góðu bréfi og útskýringum til ykkar og gefa ykkur færi á að spyrja og fá nánar upplýsingar áður en að við birtum hana á vefnum. Reglugerðin þannig að fyrsta grein, hún í 6 greinum, að það markmið. Markmið reglugerðar þessarar að tryggja að allar skortkortaskráningar til forgjafar endurspegli raunverulega getu kylfinga samkvæmt forgjafareglunum. Kerfið byggir á því að skila inn öllum gildurskorum sem leikin eru við viðurkenndar aðstæður. Önnur grein. Forgjafatímabilið. Heimilt að leika til forgjafar á íslenskum golfvöllum og eftirfarandi tímabili. Upphafsdagur 15. apríl, lokadagur 15. október. Þetta ekki nýtt, þetta búið að vera birt á vefnum í einhver ár. Utan þessa tímabils telst leikar á íslenskum golfvöllum almennt ekki uppfylla skilyrði til forgjafabreitinga vegna allar aðstæðna. 3. grein. Skilyrði til skráningar. Til þess að hringur sig gildur til forgjafar innan ofangreins tímabils verða eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt. Leiki sér samkvæmt gildandi reglum RRD.
Völlurinn hafi gilt vallamat, leikið sé á flötum og teigum sem vallamat miðast við, ekki sé í gildi sértækar ótímabundnar staðareglur sem brjóta í bága við fornleifareglur, til dæmis of rúmar reglur bætta legu sem ekki samræmast meginreglu golfreglna að leika völlinn eins og komið er að honum og boltanum eins og það liggur. Ef nauðsynlegt reynist vegna ástandsvallar að leyfa færslur í staðareglum, að því að við erum ekki að banna það, skal sú leið valin sem í mestu samræmi við meginreglu 1 eða meginreglu 1. greina golfreglna sem hér segir og í þessari röð. Í fyrsta lagi, heimilað að lyfta bolt á almennasvæðinu þar sem grasið slegið brautar eða neðar, hann hreinsaður og lagður á sama stað. Það voru fyrsti kostur. Í öðru lagi, heimilað að lyfta bolt á almennasvæðinu þar sem grasið slegið brautar eða neðar, hann hreinsaður og lagður inn á skórgotslengdar, 15 cm en ekki nær holu. Í þriðja lagi, heimilað að lyfta bolt á almennasvæðinu þar sem grasið slegið í brautar eða neðar, hann hreinsaður og lagður inn á kílvelengdar. Ef nauðsynlegt þykir að leyfa færslu á mörgum brautum verður að taka til skoðunar hvort golfvöllur uppfylli skilyrði til fornleifabreytinga. Þegar ekki reynist lengur nauðsynlegt að leyfa færslur í staðareglum vegna ástands vallar skal heimildin þegar aflögð. 4. grein. Skráning skora frá öðrum löndum. Kylfingum er heimilt og skylt að skila inn skorum sem leikin eru erlendis til að tryggja forngjöf þeirra sé rétt. Fyrir slíka hringi gilda eftirfarandi reglur. Virkur forngjafatími. Hringurinn verður að vera leikinn í landi þar sem viðkomandi tímabil telst vera virkt, hjá því golfsambandi sem þar ræður. Til dæmis hægt að skrá skor frá Spáni og Flórída á miðjum vetri á Íslandi. Gildur völlur. Völlurinn verður að hafa opinbert vallamall og vægi frá viðurkenndu yfirvaldi. Skráningarferli. Við skráningu í golfbóks eða sambærilegt kerfi skal kylfingur sjá til þess að tilheyrandi upplýsingar komi fram. 5. grein. Undanþágur. Á tímabilinu 15. apríl til 31. maí má setja staðareglur sem heimila færslur samkvæmt 3. grein. Á tímabilinu 1. júní til 15. október verða golfklúbbar að óska eftir heimild forngjafar og vallamatsnefndar GSÍ eða leyfa á færslur á golfvellinum og leika allir forngjafar á golfvellinum. Rökstuðningur skal koma frá forngjafnefnd og dómari golfklúbbsins fyrir þessari staðareglu. Stjórnir eða forngjafnefndir golfklúbba geta sótt undanþágu til GSÍ til að heimila kylfingum að skrá skor til forngjafar eða halda forngjafagild mót utan tímabils samkvæmt 2. grein ef vallaraðstæður leyfa. Forngjafar og vallamatsnefnd GSÍ skal taka ákvörðun hvort undanþága verði leyfð innan viku frá því að beiðni er lögð fram. Golfklúbburinn skal meta hvort ástand vallar, hraði flata, hæð karga, ástand braut og svo framvegis sé í grófum dráttum með þeim hætti þegar vallamót fór fram, en GSÍ getur veitt upplýsingar vallandið þegar vallamótið fór fram. GSÍ leggur golfklúbbnum til gátlista þau atriði sem mikilvægt er að sé í lagi þegar óskað er eftir undanþágu. 4. grein. Afturköllun heimildar til að skrá skor til forngjafar á golfvelli. Ef golfklúbbur fer ekki að reglugerð forngjafatímabil á Íslandi eða setur reglur sem andstæðar meginreglum golfreglnanna eða forngjafareglunum, skal forngjafar og vallamatsnefnd GSÍ veita klúbbnum viðvörun og stuttan frest til að bæta úr. Ef ekki hefur verið bætt úr innan frest sem gefinn er, skal forngjafar og vallamatsnefnd beina því til stjórnar GSÍ að afturkalla heimild viðkomandi golfklúbbs að skrá skor til forngjafar á viðkomandi golfvelli. Stjórn GSÍ tekur málið fyrir á stjórnarfundi og tekur ákvörðun erindi nefndarinnar eftir að veitt golfklúbbnum andmælarétt. Þetta var reglugerðin. Ég er búinn að fara yfir forsendur, ekki áherslu á golfreglurnar, hvernig þær eru og hvaða staðareglum að setja og hvernig það tengist síðan inn í forngjafamálin. Það eiginlega var það sem var á dagskránni en það sem eftir rauninni er spurt og svarað, þannig að ef að menn eru með einhverjar sérstakar spurningar og þá ætlar Arnar að stýra þeim umræðum. En ég hef lokið mínu erindi í bili. Já, eru einhverjar spurningar
til Bergsveins. Hvernig fáum við reglugerð senda til okkar og upplýsingar um þennan ágæta fund? Heyrði ég illa? Já, ég náði þessu. Við munum senda reglugerðin út bara strax á þriðjudaginn ásamt upptöku af þessum fundi og þessa gátlista sem við nefnum í reglugerðinni. Þannig að þetta mun allt fara bara út til ykkar strax eftir helgi. Takk. Var hann svona skýran Bergsveinn? Það er bara engar spurningar. Kannski ítreka bara að það oft vakna spurningar seinna, þannig að endilega bæði við dómarnefnd og forgjafar og vallamatsnefnd. Við erum hérna til þess að svara á aðstoða. Ef þið vantar aðstoð við staðarreglur, þá erum við alltaf til taks líka. Já, gott að nefna það að ef þið eru eitthvað vafa með staðarreglur, að einmitt að nota dómaranefndina til að aðstoða ykkur. Má ég kannski koma einu að? Ágúst heiti ég, Golfklúbbi Mosfellsbæjar. Já. Þetta var skýrt og skilmerkilegt og bara flott og það sem jákvætt að það séu þarna þessar undanþágur af því að það sem að við, eins og hér á Hlíðarvelli, erum að ströggla helst með frostlifting sem óvinur margra íslenskra golfvalla. En þarna væntanlega heimild til þess að taka kannski eins og við erum, þetta eru 2 brautir vestar í okkur, en við höfum það væntanlega heimild til þess að hafa þær áfram þá skorkort eða kilulengd út af þessum aðstæðum, þangað til að þær verða teknar upp og sléttar. Er það ekki rétt skilja á mér? Þú svaraði Sárnir að... Já, takk fyrir þetta. Þetta er rétt skilja hjá þér, en eins og segi, við erum ekki að setja rosalega einhvers boð á bönn, en ef að brautin er ekki í því ástandi sem hún á að vera, að þá sendið þið bara erindi til forgjafar og vallamatsnefndar og þeir hafa heimild til að veita ykkur undanþágu til þess að hafa þessa reglu á þessum svæðum sem að völlurinn er í óeðlilegu ástandi. Þannig að jú, ég myndi telja að það væri alveg grundvöllur fyrir því að veita undanþágu. Já. Ég sé að Otto með hendin uppi. Já, Otto heiti ég hjá Golfklúbbnum á Flúðum. Mér finnst bara skýrt sett fram hjá okkur og við erum mjög hlynnt í því að koma í veg fyrir þess að heilu sumurinn séu heilu vallarnir með leyfðar færslum. Mér alltaf þótt það svolítið áhugavert að koma í þannig að menn sé ekki að færa bætta legu allt sumarið á öllum völlum. Þannig ég bara sáttur við þessar reglur. Flott. Einhverja fleiri spurningar? Ok, þá ef ekki þá bara þakka ég fyrir þennan fund, bara fyrir hönd forgjafarnefndar og dómaranefndar og eins og þú sagði, sendum þetta bara á ykkur strax eftir helgi og þá getið þið kynnt þetta betur fyrir ykkar fólki. Takk sömuleiðis. Já. Takk fyrir mig. Takk.